Þetta hér, þessi bygging, einfalda bygging sem við stöndum fyrir framan núna reikhofinn okkar. Sko við erum alveg hér að vinna með svolítið bragðmikið kjöt. Við erum ekki endilega að hugsa að salta styttra eða reykja styttra, við erum með svona ekta tafreykt hangikjöt. Það var mjög gott hjá þér. Hún er alveg með þetta. Hún er alveg með þetta. Þetta náttúrulega fyrst og fremst geymsluaðferð. Það náttúrulega súr og reykur, það var það sem hentaði til að geyma áður en við fórum að geta fryst. Sumir vilja hafa þetta virkilega gamaldags og vilja hafa sagaða framparta á beini, eins og menn voru bara með í nesti í gamla daga þegar þeir voru á fjöll, sko. En þetta kannski á betur við, þetta einfaldara að skera þetta heldur en að vera kroppað af beinunum. Þessi aðdragandi jóla, aðventan fyrir okkur bara svolítið að reykja kjöt, reykja lambakjöt. Við sérveljum það kjöt sem við notum í reykinn og það þarf þá að byrja á því. Og síðan það söltunin sem skiptir mjög miklu máli og við erum með 2 aðferðir við að salta. Það annars vegar pægilsöltun sem svona hefðbundin söltun fyrir hangikjöt sem fólk ætlar að elda. Og síðan þessi þurrsöltun sem notuð á kjöt sem við ætlum að hráverka. Sumir kalla tvíreikt hangikjöt, aðrir þríreykt, margreykt, langreykt. Það bara svolítið misjafnt hvaða hugtök fólk að nota. En svo erum við með bjúgun líka, það svo sem hefur alltaf verið vinsælt að hafa bjúgu. Það einfaldara kannski að skella bara einu bjúgu, heimareyktu bjúga í pott, það til að má segja með hangikjöt, sko. Þetta unnið á mjög svipaðan hátt. En þú ert með alveg bragðmikið kjöt ef þú færð kjöt frá Bjarteyjarsandi, saltað og reykt. Jólasveinir, bjúgnakrækir, það vefur þetta oft hálsinn á sér.